Góðan daginn. Það mánudagur, það þriðjudagur í dag. Virkilega góður og fallegur dagur. Sólin skín, nánast í heiðskýrt, eins og við sjáum. Og já, þá bara byrja nýjan dag. Planið í dag, mér langar að fara í Smáralindina eða Kringluna og kaupa með kaffi. Keða. Og ástæðan fyrir því, kaffið hjá okkur er að búið. Ástæðan fyrir ég vil ekki drekka þetta er að þetta er vanilukaffi og mér finnst það bara ekki gott, verði ég að viðurkenna. Það er að fara með þennan hérna poka, þetta er allt kaffi sem ég hef drukkið og þarf að setja þetta í endurvinnslu. Þetta má víst ekki fara í venjulegt sorp. Ég er að fara að taka upp úr þessari vél. Þetta er allt hreint. Já, Anita er hugsanlega búin fyrir í dag. Sem er geðvegt. Þá kannski fyrir að gera eitthvað skemmtilegt. Vídeobloggið sem þið eru vonandi búin að sjá í gær, það er að fara að detta inn á netið. Ég er að fara að publisa því. Og já, virkilega góður og spennandi dagur. Fyrir að gangum frá þessu hérna. Vorum við nú ekki lengi að þessu. Allt búið. Svo bara henda þessu aftur saman og bara bíða okkur til á morgun. Hef ég oft pælt í því með þessa kaffigaura. Til dæmis eins og hérna þetta. Tökum hennan bara. Új, það er eitthvað ógeðslegt í honum. Tökum bara eitthvað sem er ekki byrjaður þessi hérna. Hef ég oft pælt í því hvort þetta sé í alvörunni bara einnota eða hvort það sé hægt að nota þetta aftur. Langar mig að athuga hvort að ég get notað hann aftur út af því að ég verða viðurkenna það. Mér langar rosalega mikið í annan kaffibolla og ætla ég ekki að klippa þetta til að sanna fyrir ykkur að þetta hafi verið notaður aftur. Svo kemur bara í ljós hvort þetta virkar eða ekki. Miðað við litinn þá er þetta eiginlega meira vatn. Það held ég að þetta virki ekki. Nei, þetta virkar ekki, nei. Jæja, þá vitum við það að þetta er einnotað og það er ekki að þetta djöfullinn. Já, það er ekki að þetta nota svona kaffigaura aftur. Þá erum við búin að rannsaka það. Eins og sjáum við, þetta er bara þunnt og ógeðslegt. Þetta virkar ekki. Og vitum við það að þetta hérna virkar ekki. Sem er glatað, frekar leiðilegt. En það er bara svona. Maður tapar ekkert á því að prófa. Sérstaklega út af því að maður tapar ekkert á því. Ja, herru, þá var þetta tilbúið. Þá var bara að publisa. Þá var bara að publisa vídeónu og þá er þetta bara komið á netið. Gaman að þessu. Já, þá er þetta bara komið á netið. Þá er bara vídeó hérna. Eigum að ræða það að það vantar 6 einstaklinga til að subba. Þá erum við komin í 600 subscribe. Það er geðvegt. Ég er ótrúlega ánægður. Bara fyrir viku síðan þá var ég 587 eða eitthvað og núna er ég að fara detta í 600 og já, ég er mjög ánægður. Það er spurning, kommentaði hérna fyrir neðan hvað er það sem ég ætti að gera til að fagna þessum 600 subscriberum sem ég er búin að fá. Endilega, dundriði kommentum hérna fyrir neðan og ef þið eru ekki búin að læka þá hvet ég ykkur í að læka vídeóið. Ef þið eru ekki búin að íta subscribe, endilega gerum það. Takmarkið eru þetta að ná 1000 en byrjum á því að koma okkur í 600, svo komum við okkur í 700, svo komum við okkur í 800, svo komum við okkur í 900 og svo þegar við erum komin í 1000 þá gerum við eitthvað epískt, gerum við eitthvað geggjað. Það er eiginlega bara, þið þurfum eiginlega að hjálpa mér að við náum þessu. Já, ég hvet ykkur í að setja þetta á ykkar samfélagsmiðla að fara yfir og hvetja fólki að koma og subscribe hjá mér.
Mér finnst þetta lúm skemmtilegt að reyna að ná hérna 600 og það var auðvitað geggjað að ná 1000 en það kemur vonandi einhvern tímann en enn og aftur þið sem eru að fylgja með og þið sem eru að búin að vera að fylgja með alla þennan tíma bara takk æðislega fyrir að fylgjast með mér þykir þetta ótrúlega gaman og það væri gaman ef við náum að gera eitthvað skemmtilegt saman. Ef þið eru með einhverja hugmyndir, ég var að sjá núna á YouTube að væri áhugavert. Það var einhver gaur sem keypti 2 litra kókflösku og setur svo mjólk í kókflöskuna og hristir og sér þá mjólkin, kókið skiljast og sjáu hversu ógeðslegt þetta er. Mér finnst kók mjög gott. Þetta er án efa drykkur sem ég gríp alltaf fyrir utan Nokko. Engin auglýsing, ekki neitt, en kannski ég geri það á eftir, ég veit það ekki. Hvað finnst þér? Hvað er þetta að gera? Já, hérna núna er klukkan slá í 4 sem þýðir það að við erum að fara að ná í Baltasar og Benjamin. Anna Björk, hún ætlar að labba leiðinu. Það er að labbastu mín. Já. Þannig að ég held að við verðum örugglega komin þarna ef hún ætlar að labba þá verðum við örugglega komin þarna eftir svona hálftíma 40 mínútur. Þú ert að ýta. Og ég að ýta? Þú nennir ekki að labba? Ég er svo dugleg í ræktinni. Ég get ekkert stjórnað þessu. En já, núna erum við að rölta og fara að ná í strákana í leikskólanum og við þurfum að fara út í búð og kaupa mat handa Ronju og kannski kaupa kaffi. Já. Kannski kaupa kaffi? Þú kaupa kaffi. Ha, og svona, ég held að það sé eiginlega aðalplanið okkar í dag. Það er að kaupa mat handa Ronju og kaffi. Já, koma! Labba! Manstu? Já. Gjör aftur. Gerðu það? Já, ég sé. Oh my god! Oh my god. Herðu, má ég taka mynd af ykkur saman? Ha. Þetta er pappasjúkur. Lilla krabbakló. Svona. Krabbakló.
Þetta er þessi bólan. Oh. Kappi, lítið kappi. Kappi, kappi, kappi. Þetta er pappastrákur. Svona. Kapp. Ha? Ég svona. Ég get ekki, finnst það svo von. Þetta er bara kósí. Þetta er kósí. Þú veist það ekkert kósí við þetta. Já. Hvað erum við að fara að gera fyrir Ronju? Bara mikið. Ha? Bara alla. Það er nógu mikið. Baltasar. Erum við ekki að fara í bílinn? Já. Já, settu þá á þig belti. Herra, verð í belti, gullum mitt. Herra, við erum komin hérna fyrir utan dýragarðinn. Nei, dýraspítalann. Hvað? Dýra, já. Klippið út. Klippa. Herra, við erum komin hérna fyrir utan dýraspítalann í Garðabæ. Og hérna, við erum að kaupa hundamat handa Ronju. Þið pælið, af hverju dýraspítalann í Garðabæ? Jú, Anita, hérna Ronja á, hérna, svo auðvelt með að fitna. Þannig að hún er alltaf á bara grenningafóðri og já, það er eiginlega ástæðan fyrir því og það er ekki verið að selja þessa tegund og þennan mat neins staðar annars staðar nema hér að ég held og hérna við höfum prófað aðra tegundir af hundafóðri en hún prumpar svo af öðru. Þetta er svona eina sem hún prumpar ekki af og er til friðs. Þannig að, já, þessi. Svo erum við að fara að kaupa kaffi. Djúðslega hvað til. Það er með kaffibólla í kvöld. Ég hugsa samt stundum. Við eigum auðvitað franska bulldog og þetta er hundur sem er ekki að fara út að leika og er ekki mikið fyrir að hreyfa sig og er ekki mikið fyrir eitt nema bara að chilla og vera heima. Það er eiginlega það sem hundurinn okkar gerir. Með lélegan hrygg og mjaðmir og allt það. Ég hef oft pælt í því bara eitthvað. Já, væri ógeðslega gaman að eiga labrador eða schäfer eða eitthvað svona alvöru hund. Það er svona það sem væri geðvægt til í, þú veist. En það fylgir því að þá þarf maður ennþá stærri bíl og miklu meiri hreyfingu. Búin að þessu? Já. Áttu fá, þetta er hundamatur. Mat? Nei, þetta er maturinn hennar Núna kaffi. Ég á það. Erum við að fara upp? Já. Ég er búinn að finna þetta. Oh my god. Þú er í það? Já. Það er að hætta að dansa og keyra áfram. Já, herruðu, hérna við ætlum að fara að koma okkur heim. Búin að náði kaffi. Það er gott. Til lagi. Já, herruðu, þá erum við komin heim og þá erum við að fara að fá okkur kvöldmat. Er ég að taka eftir því að ég endaði vídeóið þarna, ég tók ekkert meira upp í gær, þannig að það komi nýr dagur, þannig að ég er að bæja að enda þetta núna. Ef þú ert ekki búin að likea og subscribe rásuna mína inn á YouTube, hveti ég ykkur ég að gera það núna. Við erum að fara dætt í 600 subscribe, sem ég finnst alveg ótrúlega stór tala. Já, en ég ætla bara að enda þetta núna, bara takk æðislega fyrir áru, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.